Og það einmitt það sem hefur verið talað svolítið að þú hafir verið að segja að þú erir stjúpmamma, ættir 3 börn og stjúpmamma barnanna hans. Hvaðan heldur þetta komi? Eins og ég segi, ég veit ekki hvort það komi frá nemyndum eða eitthvað. Ég hef ekki heyrt þetta sjálf, en ég las bara það. Okay. Og ég bað alveg skólastjórun staðfestingu, deildarstjórun og alla. Og eins og ég segi, bara góð meðmæli frá öllum. Það hefur aldrei verið sett út í vinnunni eða neitt. Nei. Og ég hef aldrei verið að áreita einn eða neitt, þess að börn eða neitt. Þetta er bara, eins og þetta er ógeðslegar ásakanir. Og ég ætla ekki að sitja undir þeim, ég vil svara. Þú heldur bara fram og... Já, ég er með hreint sakavottor, ég er ekki með neina kærur á mér. Ég er með þess að sótti í fyrir þetta, hreint sakavottor. Mér finnst bara svona, eins og ég þurfi bara að fara að sína fram á það. Bara ég er saklaus. Þetta er fáránlegt. En eins og ég sagði mig að fara til geðlæknis, mér bara fannst ég þurfa þess. Já. Og ég er alveg bara, ég er búin að fara út í búð og ég er eitthvað svona, hún segi, viltu kvittun? Ég bara, já, ég vil kvittun. Ég þarf á sönnunum að ég hafi verið hérna. Af hverju þarf ég að gera þetta? En ég er bara farin að hugsa svona núna. Já. Bara það potið eitthvað áttur að segja að ég gert eitthvað þarna og... Já. Þannig að ég er bara núna með fulla vasa kvittunum. Já. Hvað heldur að valdi því að þú sérst að verða fyrir þessu núna? Sko, í grunninn það búið komið í ljós hjá lögreglu að B var í sambandi með fyrrum vinkonu minni sem er í dag með C. Það er búið að finna gögn á tölvunni hjá B sem er hægt að tengja við þetta. Eina sem ég hugsa er að hann kom svona fljótt inn í límit að því hann ætlaði að ná sér niður á henni. Veit það ekki. Það er bara allt ennþá í skoðun. En ég veit það ekki. Ég náttúrulega átti mjög óþægilegan vinahóp þarna á þessu tímabili sem ég kúplaði mig alveg út úr. Ein er til dæmis bara, já ég bara segja hún algjör bara naðra. Hún er bara svona, hún svíst einskis. Hún er bara svona þannig típa. En hún segi líka að hún hafi slítið á samskiptum við sé. Sáðu bara gær saman. Þannig að, já, ósannindin eru bara endalaus. Þannig að þetta er bara svona, og hún, ég veit það ekki. Ég bara er einhvern veginn ekki droslega duglega að standa upp fyrir sjálfum mér og segi ekki nei og ég vil ferja bara tilbaka. Tala ekki fyrir sjálfum mér. Okay. Þannig að ég er svona, já, kannski þarf að læra að velja betur fólki í kringum mig. Og hvað heldur að komi út úr öllu þessu núna? Sko, ég er með staðfestingu á því núna, það er ekki svo kærur á mér sem að allir segja sé á mér. Ég er með frábæranlegu mann sem að er bara stóð minni stytt í öllu. Hún, ég náttúrulega er að fara einkamál við A. Hann segir ykkur í grein, ég ætla ekki að fara í stríð við hana, en hann sko heldur betur að fara í stríð við mig svona með að nafngreina mig og þetta er bara, hann er að drepa mannorðið mitt. B hringdi í skólan sem að ég var að vinna í fyrra og er þar bara að ásaka mig hitt og þetta og skólastjórinn, þetta er Skarðshlíðar skóli og skólastjórinn þar ákveður að bara hlusta á ásakanir og legar og þannig og segja mér upp og svo fór ég í kennarasambandi með það var ólögmæt uppsögn og alls konar það er ennþá í vinnslu líka og svo viðurkennir hann skrifar hann á Vísi að hann hafi hringt í skólan þannig að það kom sér vel að hann bara viðurkenndi það þar þannig að þá gæti ég hafi mál gegn því það er kærur inn á B líka bara til dæmis heimilisofbeldi eða svona, já, alls konar svoleiðis það er allt liggur ennþá á borði og áreiti já. Þannig að það er ekkert alveg hægt að segja bara að ég sé með einhverja kærur á mér og þeir eru bara eitthvað